Fólk segist ekki trúa á Guð því það geti ekki séð hann. Ef eitthvað er ósýnilegt, er það þá ekki til. Þó að stór hluti alheimsins sé ósýnilegur berum augum getum við séð hann í gegnum stjörnusjónauka. Og þótt örverur séu ósýnilega berum augum getum við séð þær í gegnum smásjá. Hvernig getum við þá séð Guð sem er ósýnilegur? Jóhannesarguðspjall 5. kafli, vers 39, og það eru þær sem vitna mig. Við getum skilið tilvist hins ósýnilega Guðs í gegnum Biblíuna. Staðfestum vísindalega að Biblían er sönn. Jobbsbók 27. kafli, vers 7. Fyrir honum sem þennur norðrið yfir tómið og lætur jörðina svífa í geimnum. Að láta jörðina svífa í geimnum þýðir að jörðin hangir í tómum geimnum án nokkurs stuðnings. Í dag er það almenn skynsemi að jörðin svífi yfir engu, en það var ekki fyrr en á 17. öld að það var vísindalega sannað með þyngdarlögmáli Newtons. En Biblían skráði þetta þegar fyrir 3500 árum. Næst eru heimildir vatnsringrásina. Jobbsbók 37. kafli, vers 27. Hann safnar saman vatnsdropum, þeir hreinsast og verða regn sem streymir úr skýjunum og fellur yfir mannfjöldan. Þetta skýrir ferli uppgufunar, þéttingar og úrkomu. Vatnsringrásin var fyrst sönnuð á 17. öld með tilraunum Perraults og Mariotti. En Biblían lýsti þegar vatnsringrásinni fyrir 3500 árum. Þetta er óyggjandi sönnun þess að Biblían er orð Guðs, sem sannar tilvist Guðs. Þá, hvers vegna ættum við að trúa á Guð? Það er vegna þess að himnaríki er til. Opinberunarbókin, 21. kafli, vers 1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, og dauðinn mun ekki framar til vera. Biblían vitnar að það sé nýr himinn og ný jörð sem er himnaríki. Við getum farið til himnaríkis þar sem engin dauði er, aðeins ef við höfum eilíft líf. Hvernig getum við þá hlotið eilíft líf? Jóhannesarguðspjall 7. kafli, vers 54. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Hvernig getum við etið hold Jesú og drukkið blóð hans? Lúkasarguðspjall 22. kafli, vers 15. Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páskamáltíðar með yður áður en ég líð. Og hann tók brauð, gerði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Þessi kaleikur er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthellt. Jesús sagði að páskabrauðið væri hold hans og páskavínið væri blóð hans. Þegar við höldum páska nýja sáttmálans getum við öðlast eilíft líf og komist inn í himnaríki. Við vonum að þú munir hljóta blessun eilífs lífs með því að halda páska nýja sáttmálans.